Short Stories in Nýsælandi langöki. 7. Ósýnilega konan Lara. Ósýnilega konan Lára. Kafli 1 viðburðurinn. Lára er venjuleg kona. Hún er meðalhá kona. Hún er meðalþung. Hún gegnir meðalstarfi með meðalháar tekjur. Hún býr í meðalstóru húsi. Hún keyrir meðalstóran bíl. Hún á meira að segja meðalstóran hund. Grundvallaratriðum er líf Láru venjulegt. Lára lifir einnig einföldu lífi án viðburða. Hún er háskólamenntuð. Hún býr og vinnur í Kópavogi, nálægt Reykjavík á Íslandi. Hún aðstoðar við stjórnun í sölustjórnunarteymi. Hún fer oft mjög seint úr vinnunni. Hún talar aldrei illa fyrirtækið sitt. Hún er fyrirmyndastarfsmaður og vinnur sitt starf fagmannlega. Lára elskar staðinn þar sem hún býr. Helgar vill hún helst eyða tímanum með fjölskyldu og vinnum. Þau fara oft í líkamsræktina, bíó eða jafnvel á leiksýningu eða tónleika. Og núna í síðustu viku horfðu þau hjónin á frábæra sjónvarpsþáttaröð. En stundum vill Lára rólegheit. Þess vegna fer hún sumar helgar út úr borginni. Í dag er Lára á leiðinni í sveitina ásamt vinum sínum, Rafni og Siggu. Vinirnir ætla að grilla. Lára stoppar bílinn í þjóðgarði fyrir utan Reykjavík. Þetta er fallegt svæði með mörgum trjám. Sigga lítur í kringum sig. Þetta er frábær staður til að grilla. Gæsalöpp. Ég er sammála, segir Rafn. Erum við með nógan mat? Gæsalöpp. Auðvitað, svarar Lára. Ég veit hvað þú hefur gaman af því að borða. Þau hlæja öll. Svo bætir Lára við, förum að elda. Gæsalöpp. Lára, Rafn og Sigga taka matinn og grillið úr bílnum. Þau kveikja á tónlist og undirbúa grillið. Lára kveikir á grillinu og bíður eftir því að það hitni. Á meðan hún bíður fer hún að lesa skilaboð í símanum. Æi nei, segir Lára. Hún hefur fengið skilaboð frá forstjóranum á skrifstofunni. Hún gleymdi að setja svolítið fyrir framkvæmdadeildina í póst. Þau þurfa það núna strax. Lára er nýbúin að sækja nýtt starf í framkvæmdadeildinni. Hún fer í viðtal á mánudaginn. Hún þarf að reyta þessu strax. Lára horfir á vini sína. Hún heldur upp í gemsanum. Hei krakkar, segir hún. Ég kem strax tilbaka. Ég þarf að hringja út af vinnunni. Gæsalöpp. Æ, hættu nú Lára, segir Rafn. Þú ert alltaf að vinna. Punktur, gæsalöpp. Þetta er rétt hjá Rafni, Lára, bætir Sigga við. Ég veit. Punktur, ég veit. Punktur, segir Lára. En ég fekk skilaboð frá forstjóranum. Og hún er ekki ánægð. Gæsalöpp. Lára gengur að nokkrum nálægum trjám. Það er kvöld og farið að dimma. Trén eru mjög há. Hún sér varla nokkuð. Lára hringir á skrifstofuna. Hún talar við annan aðstoðarmann við stjórnun. Aðstoðarmaðurinn biður hana að bíða eftir forstjóranum. Á meðan hún bíður lítur Lára í kringum sig. Allt í einu tekur hún eftir svolitlu. Inni á milli trjána er einkennilegt ljós. Lára leggur frá sér gemsan. Hún fer að ljósinu. Ljósið kemur frá fallegri málmkúlu. Lára hefur aldrei séð neitt þessu líkt. Kúlan er þakin mynstrum. Hún teygir út höndina til að snerta hana. Málmurinn er kaldur. Hann er raunverulega notalegur viðkomu. Lára tekur kúluna upp. Þá, eins snögglega og það birtist slokknar ljósið. Kúlan er mjög einkennileg viðkomu í hendinni. Hún er næstum því of köld. Lára kann ekki vel við tilfinninguna. Hún sleppir kúlunni. Síðan fer hún tilbaka að grillinu. Lára fer í áttina að vinum sínum. Þau eru að tala hana. Lára ætti að slökkva á gemsanum helgar, segir Rafn. Ég er sammála, bætir Sigga við. Það er ekki hollt að vinna svona mikið. Hugurinn og líkaminn þurfa kyrrð. Hún þarf að slappa af stundum. Gæsalöpp. Lára gengur til þeirra. Krakkar, eru þið að tala mig? Hlær hún. Allt í lagi. Ég er alveg tilbúin að slappa af. Gæsalöpp. Rafn og Sigga segja ekkert. Rafn hugar að vandamáli við grillið. Vinir Láru hunsa hana fullkomlega. Þau líta ekki einu sinni á hana. Af hverju lítið þið ekki á mig? Spyr Lára. Hún veifar hendinni til Rafns. Hún setur andlitið upp að Siggu. Síðan lætur hún virkilega reyna á þau.
Hún dansar í kringum þau og veifar handleggjunum. Sigga horfir í kringum sig en síðan hunsaði hana áfram. Það er eins og Lára sé ekki þarna. Rafn og Sigga halda áfram að tala um Láru. Hvar gæti hún verið? Spyr Rafn. Hún hefur verið í símanum ansi lengi. Ég er farin að hafa áhyggjur. Gæsalöpp. Þú veist hvernig hún er, segir Sigga. Hún er sennilega að endurskoða fjármál eða samninga eða eitthvað. Hún kemur tilbaka bráðum. Gæsalöpp. Þá áttar Lára sig á svolitlu. Vinir hennar sjá hana ekki. Þó ótrúlegt sé, virðist hún vera ósýnileg. Það er eins og hún sé í einhvers konar sjónvarpsþætti. Já hérna, hugsar Lára. Ég trúi þessu ekki. En þá hugsar hún, en af hverju? Allt í einu mann Lára eftir skrýtna hlutnum inni á milli trjána. Er þetta út af ljósinu? Hugsar hún. Er ég orðin ósýnileg vegna þess að ég snerti það? Hún er ekki viss. Lára veit ekki hvað hún á að gera. Loksins tekur hún ákvörðun. Ég veit ekki hvað þetta ljós á eftir að hafa áhrif á mig lengi, segir hún. Ég er ósýnileg. Ég verð að hafa gaman af því. Gæsalöpp. Lára fylgist með vinnum sínum. Rafn tekur matinn af grillinu. Sigga setur kalda drykki á borðið. Lára hlustar á samtal þeirra. Það er alveg satt Rafn, segir Sigga. Lára vinnur mikið, en það er eðlilegt. Og sjáðu til. Þetta er stóra tækifærið hennar. Hún gæti orðið forstjóri fyrirtækisins einn daginn. Gæsalöpp. Já, en hún fær alls ekki nógu hátt kaup, bendir Rafn á. Það er satt, samsinnir Sigga. En kaupið hennar fer að hækka. Hún fær það sem hún á skilið. Þeir eru farnir að gera sér grein fyrir því að hún er besti starfsmaðurinn þeirra. Hver veit hversu langt hún nær? Gæsalöpp. Já, ég veit það. En ég vildi bara að hún gæti slappað meira af. Ég veit. Ég líka, segir Sigga og heldur áfram að elda matinn. Lára er hissa. Hún vissi ekki hvað vinir hennar báru mikla virðingu fyrir henni. Allt sem þau segja um hana er svo fallegt. Hún brosir glöð í bragði. Allt í einu breytist hljómurinn í Rafni. Í alvöru, samt, segir hann. Hvar er Lára? Gæsalöpp. Ég veit það bara ekki, svarar Sigga. Förum og leitum að henni. Gæsalöpp. Vinir Láru slökkva á tónlistinni. Þau ganga í áttina að trjánum. Þau ganga beint að einkennilega gripnum. Hann liggur á jörðinni. Rafn sér hann fyrst. Sjáðu, Sigga, hvað er þetta? Hann beygir sig niður og tekur hann upp. Hann fer að athuga hann. Sigga sendir honum einkennilegt augnaráð. Ég veit það ekki. Punktur, en ég myndi ekki snerta þetta. Gæsalöpp. Rafn lítur hissa upp. Þú hefur rétt fyrir þér. Hann hendir kúlunni inn á milli trjána. Vinirnir tveir halda áfram að leita að Láru. Eftir nokkra stund ganga Rafn og Sigga aftur að grillinu. Þau stoppa bæði undrandi. Bíllinn hennar Láru er horfinn. Rafn lítur á Siggu. Hvað er að gerast hér? Er þetta einhvers konar leikur? Spyr hann. Ég hef ekki hugmynd, svarar Sigga. Alls enga hugmynd. Gæsalöpp. Á meðan er Lára á leiðinni tilbaka til Kópavogs. Hún vill hafa gaman af áhrifunum af því að vera ósýnileg. Besti staðurinn til að njóta þessa fullu er á almannafæri. Á meðan hún keyrir, hringja vinir hennar í lögregluna út af mikilvægu máli. Kafli 1 upprifjun. Samantekt. Lára er venjuleg kona. Hún vinnur sem aðstoðarmaður við stjórnun í Kópavogi. Dag 1 keyra Lára og vinir hennar upp í sveit. Þau ætla að grilla. Á meðan grillið er að hitna finnur Lára skrítinn grip. Hún snertir hann og verður ósýnileg. Enginn getur séð eða fundið hana. Lára fer tilbaka til Kópavogs. Hún ætlar að hafa gaman af því að vera ósýnileg. Vinir hennar hafa áhyggjur. Þau hringja í lögregluna. Orðaforði. Eggjur. F. P.L. Hægri svigi. Innkomi. Viðburður. M. Hægri svigi. Event incident stjórnun. F. Hægri svigi. Administratjón. Yfirmyndastarfsmaður. M. Hægri svigi. Model employee. Íkamsrækt. F. Hægri svigi. Gym sportcenter. Ólegheit. N. P.L. Hægri svigi. Kíet. Orstjóri. M. Hægri svigi. Direktor. Aka eftir tónnótise. Einkennilegur. Ati. Hægri svigi. Stráng.
Nálmur, M. Hægri svigi, metal, minna en úla, F. Hægri svigi, ball, nynnstur, N. Hægri svigi, pattel, slokna tóku ógut, kunna við tólik, ugur, M. Hægri svigi, mynd, kyrð, F. Hægri svigi, kíet pegasi, reyfa tóvafi, endur skoða tórefið, ytta sig á tórealis, ísýnilegur, ati, hægri svigi, ívisibei, afa áhrif á tóaffekt tóibluging, samsinna tóaðri, ljómur, M. Hægri svigi, sóund tón, augnaráð, N. Hægri svigi, lóok, í almannafæri inna publie plassi, skilningsspurningar, veljið aðeins eitt svar við hverri spurningu. 1. Lára vinnur sem A. Aðstoðarmaður við stjórnun, B. Matreiðslumaður, C. Bílstjóri, D. Sölumaður, 2. Lára er A. Kotnungsstelpa, B. Meðalhá kona, C. Gömul kona, D. Ekki líst vel í sögunni. 3. Bestu vinir Láru heita A. Óli og Lára, B. Jakob og Sara, C. Rafn og Sika, D. Jón og Salvör, 4. Vinnum Láru finnst að hún A. Ætti að leita að nýju starfi, B. Vinni ekki nóg, C. Vinni of mikið, D. Gæti verið betri starfsmaður, 5. Lára ákveður að A. Fara til Kópavogs í leita hjálp, B. Hringja í vini sína, C. Hafa gaman af þessum nýja hæfileika sínum, D. Hlera fólk sem hún þekkir ekki. Kafli 2 leikinn. Lára kemur í Kópavog. Hún leggur bílnum nálægt Smálind. Hún gengur verslunarmiðstöðina. Enginn sér hana. Hún trúir því ekki. Hún hlær hljóðlega. Þetta er alveg ótrúlegt. Gæsalöpp. Lára íhugar hvað hún eigi að gera. Í huganum gerir hún lista yfir allt sem gæti verið gaman að gera. Hún fer að hlæja. Í fyrsta skipti á ævinni er hún ekki venjuleg kona. Lára heldur áfram að ganga verslunarmiðstöðina. Það eru margar litlar búðir þar. Það eru margir kúnar og starfsfólk verslananna til staðar í kvöld. Lára gengur inn í búð. Þó svo að fólk hvorki sjáu hana né heyri í henni, finna sumir fyrir nærveru hennar. Hún þarf að fara varlega. Hún tekur nokkra skó og kjól. Hún skoðar en setur hlutina aftur á sinn stað. Það er gaman að vera ósýnileg en hún vill ekki stela. Síðan fer Lára inn á vinsælt veitingahús. Það er löng biðröð til að komast inn. Hún gengur auðveldlega fram hjá henni. Hún gengur beint inn. Þetta er gaman, hugsar hún. Hún hefur virkilega gaman af því að vera ósýnilega konan. Hún hinkrar smástund á veitingahúsinu. Þá fær Lára hugmynd. Hún getur farið á skrifstofuna sína. Framkvæmdastjórinn hennar er í vinnunni í dag. Það yrði gaman að sjá hvað hún er að gera. Sérstaklega ef hún veit ekki að Lára er á staðnum. Lára flýtir sér á skrifstofuna. Hún fer inn í bygginguna. Hún lítur á öryggisborðið. Skjáirnir á tölvunum eru auðir. Öryggismyndavélarnar eru ekki að taka hana upp. Henni er óhætt. Lára bíður smástund. Annar aðstoðarmaður kemur inn í bygginguna. Hann ætlar á sömu skrifstofu. Hún fer á eftir honum inn í liftuna. Fljótlega er hún komin á 8. hæð. Tími til komin að leita að framkvæmdastjóranum hennar. Framkvæmdastjóri Láru, Aðalheiður að nafni, er á aðalskrifstofunni. Hún er að tala við nokkra aðra framkvæmdastjóra. Starfsfólk okkar er mjög duglegt, segir hún. Við bjóðum sumu fólki bónusa. Sumt starfsfólk fær meira að segja hlutabréf. En flestir starfsmenn fá ekkert nema prósentu af hagnaðinum. En nú á dögum er það hins vegar ekki nóg. Við verðum að breyta einhverju í þessu fyrirtæki. Við þurfum að efla viðskipti. Starfsmenn okkar þurfa að fá hærra kaup. Gæsalöpp. Lára trúi þessu ekki. Aðalheiður er að berjast fyrir hönd starfsmanna sinna. Hugsar hún. Ég bjóst aldrei við að heyra þetta. Gæsalöpp. Til dæmis heldur Aðalheiður áfram. Ég er með starfsmann. Hún heitir Lára. Hún hefur unnið hér í 5 ár. Hún vinnur margar klukkustundir á viku. Hún hefur aldrei beðið kauphækkun. Hún er góður starfsmaður. En ég get ekki borgað Láru meira í bili. Hvers vegna?
Vegna þess að hagnaður fyrirtækisins þennan ársfjórðungin er lítill. Við þurfum að passa upp á peningana okkar bara til að halda okkur á floti. Eitthvað þarf að breytast. Gæsalöpp. Já hérna, segir Lára við sjálfa sig. Framkvæmdastjórinn var að segja að ég væri góður starfsmaður. Fyrir fram að braut alla. Þetta á án efa eftir að hjálpa ferli mínum. Síðan hugsar hún, en það er leiðinlegt samt þetta með fyrirtækishagnaðinn. En hvernig stendur á því? Anton er að vinna við þetta stóra tækniverkefni. Ég reikna með að það eigi eftir að stuðla að hagnaði. Lára vill vita hvað er að gerast. Og nú er besti tíminn til að athuga það. Hún er jú ósýnileg. Hún er með aðgangað öllu. Lára fer á skrifstofu Antons. Anton er framkvæmdastjóri tölvuhugbúnaðardeildar. Ég vil ekki stela hugmyndum hans, hugsar hún. Mig langar bara að vita hvers vegna fyrirtækið er rekið með tapi. Antoni hefur gengið virkilega vel. Hann byrjaði sem sölumaður. Hann náði alltaf sölumarkmiðum sínum. Þess vegna var hann tekinn inn í stjórnendaheimið. Nú vinnur hann við stórt verkefni. Sagt er að það muni hafa mikla peninga í för með sér. Að fljótlega verði fjárhagsvandi fyrirtækisins úr sögunni. Lára ákveður að skoða skrár Antons. Hún heyrir ennþá í framkvæmdastjóranum tala fyrir utan. Segðu mér, Anton, byrjar Aðalheiður. Ég veit að þú ert að vinna við þetta stóra tækniverkefni. Það er verkefnið sem byggist á netforritinu sem við unnum að saman. Þetta verkefni lofar góðu, ekki satt. Það gæti í rauninni gert okkur rík, er það ekki? Gæsalöpp. Mér þykir það virkilega leitt, Aðalheiður, byrjar Anton. En við munum ekki geta unnið verkefnið. Það kostar of mikið. Þetta er risastór fjárfesting. Og nethugbúnaðargerðin er mjög framsækin. Við búum í rauninni ekki yfir tæknigetu. Gæsalöpp. Á meðan hún hlustar, finnur Lára verkefnismöppuna. Anton hefur gert miklar rannsóknir. Skjölin hans sýna það. En Anton hefur greinilega ramt fyrir sér. Samkvæmt gögnunum og skjölunum lofar verkefnið mjög góðu sem stendur. Tæknin er ekki svo framsækin. Hún lítur aftur á skjölin. Anton er að ljúga. Verkefnið er mjög arðbært. Af hverju vill Anton ekki sinna þessu verkefni? Hugsar hún. Þetta er virkilega gott verkefni. Af hverju er hann að ljúga? Þá sér hún svolítið. Það er önnur mappa. Í henni er bréf. Það er skrifað á bréfsefni frá keppinaut. Lára les bréfið í flýti. Anton hefur selt keppinautnum hugmyndina. Hann ætlar að hætta að vinna hér til þess að vinna fyrir þá. Hvernig getur hann gert þetta? Hugsar hún. Ef við fáum ekki þetta verkefni fæ ég ekki kauphækkunina mína. Gæsalöpp. Lára ákveður að það sé tími til komin að fást við Anton. Hún tekur bréfið til Antons frá keppinautnum og verkefnismöppuna. Hún skilur hvort tveggja eftir á skrifborði framkvæmdastjóra síns. Þarna, segir hún. Þetta kemur Aðalheiði skemmtilega á óvart í fyrramálið. Antoni líka vonandi kemur lögreglan honum á óvart. Gæsalöpp. Lára skilur við framkvæmdastjórana á fundinum. Það er orðið áliðið. Hún ákveður að fara heim til að hitta eiginmann sinn. Þau hafa verið að rífast mikið að undanförnu. Reyndar var mikið rifrildi á milli þeirra í dag út af vinnunni. Það verður athyglisvert að sjá mannin hennar á meðan hún er ósýnileg. Ef til vill kemst hún að einhverju. Lára keyrir heim til sín. Hún fer varlega inn í húsið. Þegar hún kemur inn, heyrir hún mannin sinn vera að gráta. Hvað er að? Hugsar Lára. Síðan heyrir hún hann tala. Ertu viss, lögregluþjón? Segir hann dapurlega. Kristján, maðurinn hennar, er að tala í síma. Hann er að tala við lögregluna. Þá skilur Lára hvað er að vera. Strangt til tekið hefur hennar verið saknað í marga klukkutíma. Kristján hefur sennilega miklar áhyggjur. Kristján leggur frá sér síman. Hann grætur enn meira. Lára gerir sér grein fyrir öðru. Kristján elskar hana mjög mikið. Hún lítur á hann. Hún sér að hann á virkilega erfitt. Lára tekur ákvörðun á þessari stundu. Þrátt fyrir vandamál þeirra vill hún laga samband þeirra. Láru langar til að teygja út höndina og snerta mannin sinn. Þá man hún er ósýnileg. Hann verður hræddur. Í fyrsta sinn fer Lára að hugsa ástand sitt. Að vera ósýnileg er oftast gaman. Það hefur sína kosti.
Hún vill hins vegar ekki vera það að eilífu. En hvernig getur Lára orðið sýnileg aftur? Allt í einu fær hún hugmynd. Auðvitað, málmkúlan, hugsar hún. Hún þarf að snerta gripinn aftur. Það gæti gert hana sýnilega á ný. Hún þarf að fara aftur í þjóðgarðinn. Lára fer upp í bílinn sinn. Hún keyrir götur Kópavogs. Það er orðið áliðið. Það eru ekki margir bílar á ferð. Lára keyrir samt kyrr hverfi. Erfitt yrði að útskýra ósýnilega konu á sýnilegum bíl. Loksins kemur Lára í þjóðgarðinn. Sigga og Rafn eru ennþá þar. En það er líka þó nokkuð af öðru fólki þar á meðal lögreglan. Hvað er að gerast? Hugsar hún. Kafli 2 upprifjun. Samantekt. Lára er ennþá ósýnileg. Hún fer á skrifstofuna sína í Kópavogi. Hún hlustar á fundum lítinn hagnað. Starfsmaður sem heitir Anton segir að þau geti ekki unnið stórt verkefni. Lára athugar möppur Antons. Hann er að ljúga. Hann hefur selt hugmyndina verkefnið. Lára setur möppur Antons á skrifborð framkvæmdastjórans síns. Næst athugar Lára manninn sinn. Hann er áhyggjufullur. Hún skilur að hann elskar hana. Hún vill snerta málmkúluna. Hún gæti gert hana sýnilega aftur. Hún keyrir í þjóðgarðinn. En það er eitthvað skrítið að gerast þar. Orðaforði eigi. F. Hægri svigi. Li. Verslunarmiðstöð. F. Hægri svigi. Shopping center. Minna en útni. M. Hægri svigi. Séustómer. Ærvera. F. Hægri svigi. Prensi. Yngra Torstei. Fóra sort tími. Framkvæmdastjóri. M. Hægri svigi. Manager. Hlutabréf. N. Hægri svigi. Vinstri svigi. Sjómpani. Sar. Stokkhagnaður. M. Hægri svigi. Prófit. Eflatoppuildu. Írsfjórðungur. M. Hægri svigi. Kjarster. Ofa eigi. Halda á floti tókep aflóat. Tókep going. Ækni. F. Hægri svigi. Teknológi. Verkefni. N. Hægri svigi. Projekt. Stuðla tó helpvit tó support. Ölvuhugbúnaður. M. Hægri svigi. Sjómbuter program software. Ekka með tapi tó makalos tolos moni. Járhagsvandi. M. Hægri svigi. Finnangi aldi fyhultis. Ofa góðu tó hafi potential tó lógug promising járfesting. F. Hægri svigi. Investment. Ramsækin. Ati. Hægri svigi. Advanced. Rðbær. Ati. Hægri svigi. Profitabey. Keppinautur. M. Hægri svigi. Sjómpetitor. Koma á óvart tó komi asa surprise. Ifrildi. N. Hægri svigi. Kjarel. Argument. Hennar er sagnað segis missing. Skilningsspurningar. Veljið aðeins eitt svar við hverri spurningu. 6. Ósýnileg Lára gengur fyrstum. A. Verslunarmiðstöð. B. Þjóðgarð nálægt Kópavogi. C. Búð í Kópavogi. D. Svæði fyrir utan Kópavog. 7. Næst ákveður Lára að fara. A. Heim til sín. B. Á skrifstofuna sína. C. Í smábæ. D. Í verslunarmiðstöð. 8. Anton sem er framkvæmdastjóri í fyrirtæki Láru. A. Vill kaupa fyrirtækið. B. Vill fara út með Láru. C. Lýgur verkefnið. D. Finnst að starfsfólkið þurfi meiri peninga. 9. Hvað ákvað Lára manninn sinn? A. Að hún elski hann ekki. B. Að hann elski hana ekki. C. Að hún vilji laga samband þeirra. D. Að hún vilji skilja við hann. 10. Lára hugsar að hún geti orðið sýnileg með því að A. Snerta málmkúluna aftur. B. Brjóta málmkúluna. C. Fjarlægja málmkúluna og fara með hana langt í burtu. D. Tala við Anton. Kafli 3 gripurinn. Lára er komin aftur í þjóðgarðinn. Þar er mættur mannfjöldi. Lögreglan er líka á staðnum. Hvað er allt þetta fólk að gera hér? Hugsar Lára. Þá rennur upp ljós fyrir henni. Það er komið vegna hennar. Sigga og Rafn eru á meðal mannfjöldans. Þau standa nálægt borði og eru að tala. Lára gengur upp að þeim. Á leiðinni lítur Lára í kringum sig. Allir eru mættir vinir Láru, ættingjar hennar, lögreglan og sjálfboðaliðar úr Reykjavík.
Jafnvel Kristján er að keyra í hlað. Hugsaðu, Sigga, segir Rafn dapurlega. Hvar gæti Lára verið? Ég meina, við vorum hérna. Gæsalöpp. Ég hef enga hugmynd, svarar Sigga. Hún kemur tilbaka. Þetta er bara svo skrítið. Gæsalöpp. Já. Á einni mínútu er hún að tala í farsíman og síðan er hún horfin. Ég veit, segir Sigga. Ég hef virkilegar áhyggjur. Gæsalöpp. Lára hlustar. Henni líður mjög illa. Hana langar ekki til að særa vini sína eða eiginmann. Hún vill ekki eyða tíma fólks. Hún vill bara komast aftur að málmkúlunni. Hún er búin að fá nóg af því að vera ósýnileg. Hún heyrir aftur í Rafni. Heyrðu, Sigga, manstu eftir þessari málmkúlu? Þarna við trén. Gæsalöpp. Já. Gæsalöpp. Jæja, ég er með kenningu. Gæsalöpp. Sigga lítur á hann. Kenningu. Gæsalöpp. Já, heldur Rafn áfram. Hvað ef hún er eitthvað meira en það? Hvað ef hún gerði eitthvað við Láru? Gæsalöpp. Sigga heldur áfram að horfa á Rafn. Hún virðist ringluð. En Lára er ekki ringluð. Hún er áhyggjufull. Hún vill ekki að vinir sínir viti neitt. Hún vill bara snerta kúluna og verða sýnileg. Hún vill ekki þurfa að útskýra. Rafn virðir Siggu vandlega fyrir sér. Kannski er kúlan sérstök. Kannski gerði hún Láru veika. Eða kannski tók hún hana jafnvel eitthvað. Maður veit aldrei. Gæsalöpp. Sigga hristir höfuðið. Þessar kenningar þínar, Rafn. Svo þagnar hún smástund. Það er engin önnur útskýring. Kannski. Hugsaðu um það. Lára hvarf nálægt henni, bætir Rafn við. Þau horfa hvort á annað. Svo segir Rafn, komdu. Förum að leita. Gæsalöpp. Sigga samþykkir það að lokum. Allt í lagi. Förum. Gæsalöpp. Vinirnir tveir ganga í áttina að trjánum. Ó nei, hugsar Lára. Hvað ef þau taka kúluna? Eða gefa lögreglunni hana? Lára hleypur á undan vinum sínum. Hún þarf að finna gripinn fyrst. Lára kemst fyrst að trjánum. Málmgripurinn er ekki þar. Hvar er hann? Hugsar hún. Hann hlýtur að vera hér einhvers staðar. Hann flaug ekki í burtu. Hún heldur áfram að leita. Rafn og Sigga koma nær. Gripurinn hlýtur að vera hér einhvers staðar. Ég hendi honum hingað, segir Rafn og bendir á trén. Það er málið, hugsar Lára. Einhver hefur fært hann. Hvað ef hann hefur týnst? Ég þarf þessa kúlu. Lára hleypur í áttina sem Rafn er að benda. Rafn og Sigga ganga þangað líka. Allt í einu stendur Rafn upp. Hann er með málmgripinn í hendinni. Lára lítur varlega á gripinn. Það er alls ekkert ljós í honum núna. Hún veit ekki hvað það þýðir. Hún þarf bara að finna leið til að snerta gripinn aftur. Hún veit að þá verður hún sýnileg. Sjáðu, Sigga, ég fann hann, kallar Rafn. Sigga hleypur til hans. Vá, hvað er þetta? Spyr hún. Ég hef enga hugmynd, svarar Rafn. Það er kringlótt og úr málmi. En ég veit ekkert hvað það gerir. Gæsalöpp. Heldurðu virkilega að það hafi gert Láru eitthvað? Gæsalöpp. Ég efast það. Ég skil bara ekkert í þessu. Þetta er bara málmkúla. Þar fór kenningin mín. Rafn hendir málmkúlunni inn á meðal trjána. Lára hefur augun með henni. Komdu nú, segir Sigga á meðan þau ganga á brott. Við skulum tala við lögregluna núna. Kannski ættum við að hringja í sjúkrahúsið eða. Gæsalöpp. Lára bíður þangað til Rafn og Sigga eru farin. Hana langar að snerta gripinn. En hún vill ekki gera vinum sínum mein. Ef hún birtist allt í einu gætu þeir orðið virkilega hræddir. Loks eru Rafn og Sigga farin. Lára gengur yfir að trjánum. Hún tekur upp málmkúluna og snertir hana. Í fyrstu finnur hún ekkert. Svo fer einkennilegi gripurinn að lýsast upp. Lára fer að skjála. Gripurinn er nú alveg upplýstur á ný. Loksins, það er eitthvað að gerast. Hugsar hún. Allt í einu hættir skjálftinn. Málmkúlan er ennþá upplýst. Er þetta komið? Tókst það? Veltir Lára fyrir sér.
Hún fær fljótlega svarið. Lára, Lára, heyrir hún. Ert þetta þú? Það eru Sigga og Rafn. Þau geta séð hana. Hún er orðin sýnileg. Vinir Láru hlaupa í áttina að henni. Hún er ennþá með ljósið í hendinni. Ó nei, hugsar hún. Hún sleppir kúlunni í flýti. Hún hreyfist hægt inni á meðal trjána. Bráðum sér hún hana ekki lengur. Lára, hvar hefur þú verið? Kallar Rafn. Lára snýr sér við. Svo bætir Sigga við, og hvaða ljós var þetta? Það var svo bjart. Þannig fundum við þig. Gæsalöpp. Lára veit ekki hvað hún á að segja. Að segja sannleikan myndi gera hlutina mjög erfiða. Enginn myndi trúa henni. Ósýnileg kona. Í alvöru. Allt í einu heyrir Lára aðra rödd úr mannfjöldanum. Það er Kristján. Hann hleypur til Láru. Hann faðmar Láru þétta sér og kissir hana. Svo lítur hann í augu hennar og segir, hvar varstu? Ég hafði svo miklar áhyggjur. Gæsalöpp. Lára er orðlaus. Ég var í, punktur, 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 í, punktur, 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 ég, punktur, 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 gæsalöpp. Fleiri raddir heyrast úr mannfjöldanum. Þetta er framkvæmdastjórinn hennar og ýmsir aðrir frá skrifstofunni. Lára trúir ekki öllum stuðningnum. Allt þetta fólk er komið til að hjálpa henni. Fólkið stendur í kringum Láru. Þau byrja öll að tala á sama tíma. Við höfðum svo miklar áhyggjur. Endurtekur Kristján. Hvert fórstu? Segir Rafn. Þú trúir ekki hvað hefur gerst á skrifstofunni. Segir Aðalheiður. Lára réttir upp höndina. Bíðið aðeins. Punktur, punktur, verið róleg. Punktur, punktur, gefið mér smástund. Mannfjöldinn þagnar. Lára lítur í kringum sig. Leyfið mér fyrst af öllu að þakka ykkur. Þakka ykkur innilega fyrir alla hjálpina. Ég met virkilega mikilsallan stuðningin. Svo heldur hún áfram. Ég er viss að ykkur langar að vita hvar ég var. Nú, sannleikurinn er. Punktur, punktur, Lára hikar. Ætti hún virkilega að segja þeim sannleikan? Myndu þau trúa henni? Myndu þau halda að hún væri galin? Punktur, punktur, punktur. Lára byrjar aftur. Sannleikurinn er sá. Punktur, 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 punktur. Að ég viltist, tilkynnir hún. Ég var að tala í gemsan, heldur Lára áfram. Ég gætti ekki að hvert ég var að fara. Allt í einu gat ég ekki fundið leiðina tilbaka. Hún brosir og segir svo, takk aftur og góða nótt. Gæsalöpp. Þau Lára og Kristján ganga að bílnum hennar. Hún er tilbúin til að fara heim. Þau ganga fram hjá Rafni og Siggu. En hvað með bílinn þinn? Kallar Rafn. Hann var horfinn. Við sáum það. Gæsalöpp. Og hvað með þetta ljós? Spyr Sigga. Hvað var þetta? Og, veistu, við sáum eitthvað þarna á meðal trjána. Það var málmkúla og punktur, 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 gæsalöpp. Lára heldur áfram að ganga. Það getur verið að hún þurfi að útskýra málin seinna, en ekki núna. Reynsla hennar sem ósýnileg kona hefur verið alveg ótrúleg. Hún hefur lært að hún á góða vini, góðan framkvæmdastjóra og frábæran eiginmann. Hún hefur líka lært svolítið mjög mikilvægt, það er frábært að lifa alveg hversdagslegu lífi. Kafli 3 upprifjun. Samantekt. Lára fer aftur í þjóðgarðinn. Þar er margt fólk að leita að henni. Rafn og Sigga halda að einkennilega kúlan hafi gert eitthvað við Láru. Þau finna kúluna en skipta skoðun. Lára finnur kúluna og snertir hana. Hún verður sýnileg aftur. Allir eru fegnir að sjá hana. En fólkið er með margar spurningar. Lára mun svara þeim síðar. Fyrst vill hún njóta þess að lifa hversdagslegu lífi aftur. Orðaforði. Nannfjöldi. Hægri svigi. Krótt. Að rennur upp ljós fyrir henni sé suttenli realis er sjálfbóðaliði. Hægri svigi. Volunteer. Særa tóhust. Kenning. Hægri svigi. Teóri. Inglaður. Ati. Hægri svigi. Sjónvusið. Virða fyrir sér tó observe, tó stutti. Reykur. Ati. Hægri svigi. Sikkill. Rista tó shake. Denda tó póin.
Ínast tó get lost. Svo tati og ganot fyndit. Eitt nýða tó mean. Minna en ringlóttur. Ati. Hægri svegi. Róund. Hafa augun með tó kebanejón. Somebóti or somehing. Sjúkrahús. En. Hægri svegi. Hospital. Birtast tó appi. Ísast upp tó litu. Sleppa tó let go. Sannleikur. Hægri svegi. Te trut. Aðma tó hug. Stuðningur. Hægri svegi. Support. Neta mikils tó apprekjat tó valu higli. Jalin. Ati. Hægri svegi. Krasi. Villast tó get lost tó losón svei. Jæta tó pay attention tó. Skilningsspurningar. Veljið aðeins eitt svar við hverri spurningu. 11. Hverja heyrir Lára fyrst tala í þjóðgarðinum? A. Framkvæmdastjóran og eiginmann sinn. B. Framkvæmdastjóran og Rafn. C. Eiginmann sinn og Siggu. D. Rafn og Siggu. 12. Í fyrstu vilja vinir hennar. A. Fara aftur heim. B. Finna einkennilega gripin aftur. C. Hringja í lögregluna. D. Hringja í Kristján. 13. Lára vill. A. Henda kúlunni í burtu. B. Finna kúluna á undan vinnum sínum. C. Fella sig á milli trjána. D. Hlusta á samtal lögreglunar. 14. Lára snertir gripin aftur og A. Skelfur og verður síðan aftur sýnileg. B. Er áfram ósýnileg. C. Verður hrædd. B. Ekkert gerist. 15. Þegar hún talar við hóp fjölskyldu og vina, ákveður Lára að A. Segja sannleikan. B. Segja sannleikan á morgun. C. Segja ekki sannleikan. D. Hunsa alla.